Hemmi og svaraðu nú. Þá komið að spurningakeppni þennan sunnudaginn og það engar smá kanónur sem ættar eru til leiks. Það eru bræðurnir landsfrægu, Halli og Latti, Haraldur Sigurðsson, Þórhallur Sigurðsson, hjartanlega velkomnir. Já, takk fyrir. Hvernig eru þið í dag? Bara þokkalega ég allavega hálfkvefaða náttúrulega. Já, en Halli, þú ert ágættur bara líka. Já, er það ekki? Ég líka kvefaða sko, þannig það er fínt. Já, það er bara betra. Já. Nú en það er langt síðan að þið hófu svona að skemmta saman, að byrjuðu að skemmta saman. Byrja á þér, Halli. Já, það er ansi langt síðan. Og er það eiginlega bara frá því þegar faxarnir voru? Já, þegar við byrjum saman, sko, við vorum náttúrulega að fíblast í sveitinni, sko, og æfa okkur fyrir framtíðina. Sko. Já, leggja grunni. Í fjósinu. Já, en svo það var hérna þegar að faxar byrja, sko, þá hittust, það var ekki hist lengi, sko. Nei. Og þá kemur ég bóðaður á, að verða auglýst eftir gítarleikara og söngvara í einhverja hljómsveit sem var verið að stofna. Já. Sér í Kópavogi. Og við mætum þar, ég og Óli Rúnar Þorvarðarsson. Við unnum saman þá í sambandinu. Og þegar við mætum á svæði, situr þá ekki Latti þar við trommusettið. Já. Og hafði enginn boðað þig eitthvað? Nei. Ég var hérna bara, ég hafði ekki hugmyndum þá og þeir bara hringdu í Halla, ekki hugmyndum. Það síminn stoppar ekki. Nei, ég veit það. Stoppað þú símann? Já, ég ætla að slappa þessu. Erðu og hvað? Og það... Og sko þá hérna var nú ekkert mikið meira samstarfið þá reyndar. Ég var á þessari einu æfingu og meira var það ekki. Það voru búin að ráða sig frá Seyðisfjörð suðmerið en ég komst ekki þangað þannig að ég afskrifaði þetta strax. En enga síður að þá ferð þú í faxana? Já, sko, svo kem ég seinna inn aftur þegar þeir eru búinir að þessum fíblaháttum þarna frá Seyðisfirði. Þá kem ég inn í faxana eftir áramótin. Varst þú ekki þannig að syngja þá, Latti? Jú, ég söng. Þú söngst og varst á trommunu líka? Já, það var aðalsöngvari. Það vantaði söngvar að þetta var mikið fyrir mig, sko. Já. Þannig ég var æslega fegin þegar Halli kemur. Já. Ég var orðinn þegjandi hás. Og svo farið þið allt landið og þið farið í útrás, þið með Al Bishop blokkumann sem var með ykkur. Já. Ég man vel eftir þessu. Bishop, bassasöngvari í Deep River Boys frá Baltimore. Já. Og hann ferðaðist með ykkur landið. Já. Og svo eru þið... Og svo fylgdum við í Kjölsóið bara til Noregs þegar hann fór þangað, sko. Já, og það er eiginlega fyrsta útrásin, má segja. Já, hjá okkur, sko. Ekki hjá mér reyndar, ég var búinn að gera útrás áður. Kanna jarðveginn, sko. Og hvert hafðið þú farið? Ég fór til Ameríku. Og hvert þá? Texas. Já, og? Já, bara setti þar upp hljómsveit og söng þar í nokkra mánuði og góðan orðstíð. Og hvað hétt svo hljómsveit? Hvað hétt svo hljómsveit? Halli and the Hobos. Eða réttar að segja Holly and the Hobos. Já, og var þetta vísast? Já, hjá krökkunum allavega. Já, og hvað, svo fórstu ekkert fyrir margt löngu aftur? Já, svo varum við boðið það núna fyrir 2 árum á 45 ára svona sammenkomst eða reunion á góðri íslensku. Já. Og það var hérna fyrir 2 árum og tókst lagið? Sömu slóðu, já. Og saman hljómsveit? Nei, það var engin hljómsveit, þá var það bara Holly and the Karaoke hljómsveit. Já. Voru ekki flestir farnir bara voru ekki? Jú, það voru allir, sko, rík fullorðið hólkall saman. Já, margir af félögum mínum voru farnir, sko. En þú, Latti, þú byrjar sem trommuleikari og... Já, ég byrjaði þessi trommuleikari það. Já, og ég átti að vera gítarleikari, sko. Var það? Já. En hvað? Ég bara kunni ekkert á gítar. Vinur minn, hann laugaði og sagði bara, vinur minn, hann er alveg snillingur á gítar. Og ég kom á æfingu og þeir komist bara því að ég kunni ekkert á gítar. Og reikinn? Eða trommur? Ég var eiginlega reikinn bara, sko, bara heim.
en svo þessi vinur minn Bjarni, hann átti að spila á trommunar, hann komst svo ekki á næstu æfingu, þannig að ég sagði, má ég pröfa af því ég kann ekkert á gítar þá gat ég spila á trommur eitthvað smávegis og þannig að ég var bara ráðinn og ferð semst á Seyðisfjörð og gerir garðinn frægan þar en er ekki eiginlega sko, síðan hefur maður alltaf fylgst með ykkur og þekkt ykkur í öll þessi ár og að er ekki svona sjónvarpið svolítið áhrifavaldur á ykkar samstarfi þegar þið ferðu að tróða upp og skemmta saman algjörlega, það var kveikjan að því sko. Ná, þið voru í Propsi sem kallaði leikmyndadeildinni og hvað var þetta þá bara hóað í ykkur bara til að gera eitthvað? Nei, það bara byrjaði að myndast svona eftirspurn það var hringt og verið að hringja og spyrja hvað við getum komið að skemmta og við heldum nú ekki það hafði okkur aldrei dottið Nei, þetta byrjaði náttúrulega bara á glám og skrám sko, bandatíman við vorum að fíblast bakvið og ég var með þessa asnalegu rödd og Halli eitthvað röfla á móti mér og þetta heyrðu menn sko. Hvernig var aftur skrámur? Já, þetta er bara svona. Já, og þú varst hinn. Já, ég var glámur. Jóla, hvað? Þú veist ekki að það er glámurinn. og þið eru sett í bandatímanu og svo farið að skemmta og látið tilleiðast. Já. Og þá var þetta mikið látbrasleikur. Spike Jones og... Já, þetta byrjaði svona á þessu mæmi. Já. Það hlýtur að hafa klikkað einhvern tíma. Það klikkaði á fyrstu skemmtuninni. Nú var það fyrstu. Heldur betur, sko. Það var, sko, það stökk ekki, fólki stökk ekki bros. Nei. Og það skildi ekkert í hvað við vorum með svona að tala saman eitthvað við borð og sást ekki í okkur einlega, við borðum það fyrir. Við kunnum þetta ekki. Og við fórum út af þessari skemmtun, skjálfandabeinunum og þetta gerum við aldrei aftur. Og fór þá ekki bandið í gang? Jú, það var ekki það bara, það var bara að kunni ekki nátt og við sé ekki engin hvað við vorum að gera. Það skildi þetta ekki? Nei, það skildi þetta ekki. Svona eldra fólk svolítið. Og þegar gamli maðurinn stóð upp og sagði, hvað sko helvítis fíblar þetta? Bara löpum út og þannig að fall hefur verið farað einn. Já, við vorum sko búin að ráða okkur á 2 staði þetta sama kvöld. Seinni skemmtinu var sér í Hafnarfirði, það var náttúrulega heimaslóðum Ladda sko. Og þar slóum við svona rosalega í gegn. Já, þar hefur þetta gengið. Það átti ekki að sleppa okkur út aftur þannig, ok, við skulum prófa aðeins leikur. Við höldum áfram. og síðan var þetta bara áratugum saman sem að þið komuð alltaf saman og tróðuð upp og svo náttúrulega hafið þið verið við önnur störf, ég meina. Já. Þú hefur sinnt öðrum störfum og... Ég var alltaf í annarri vinnu, svona mestu leiti, það voru þarna 2-3 ár sem að við vorum engangu í þessu. En Laddi, þetta verður, sko, þú fjálst alveg fyrir þessu og leiklistinni og söngnum og fíblaganginum bara. Já. Var almennum fíblagangi og leikið í fjölda bíómynda. Já, bíómynda og leikrita í leikhúsi. Já, í leikhúsi og þetta hefur bara verið þinn starfsvettvangur. Já, nákvæmlega og enn í dag. Og það á að fara frumsýna á næstunni, er það ekki einhverja mynd sem að... Það núna bara eitthvað í lok mars held ég. Já. Það er svona alveg um páskana. Já. Það er bíómynd, Ófegur gengur aftur. Já. Eftir Ágúst Guðmundsson. Og ég leik þar draug. Já. En ég eins og draugur núna alltaf svona kvefaður. En það enn ein íslenska myndin sem er verið að frumsýna og þú náttúrulega fylgst með, Halli, þú hefur fylgst með kappanum sko þegar hann hefur verið í þessum Jú, svona bara verið svona leiklistinni og hliðarlínunni og fylgst með aðeins. En hvað er svona fyrir utan þetta fyrsta hjá ykkur, hvað er svona minnistæðast frá þessum ferli? Það er svo margt sem að hefur komið fyrir og allavegana það er svo mikið og margt að mann valla eða maður kemur valla í hug sko eitthvað sérstakt sko. Nei, það minnistæðast, það er alltaf þetta gamli maðurinn sko þegar við hrökklumst út á fyrstu skemmtunum okkar. Já. Það svona, kemur alltaf fyrst upp í hugan og svo þegar Halli handlegsbrotnaði á Akureyri og marg klappaður upp
Það var svo gott atriði. Það var svo flott atriði, já. Halli var klappaður upp. Og allir flotnar í raun og veru. Já, já. Og varstu klappað. Hvað eftir hann? Þetta var svo, hann tókst á loft upp með og fólk hafa aldrei séð hann aðeins. Nei. Og lendi svona flott og bara margklappaður upp. Og hann kom alveg veinandi inn og það var ennþá meira hlegið. Já. En hvað það að þið eru ynga komnir strákar og þið ætlaði að taka þátt í svona laufléttur í spurningakefni. Já. Og þá er það þannig að þið fáið 2 mínútur til að svara svona hraða spurningum. Já. Og þá er að gera ef að svari kemur ekki í kvelli að segja þá bara pass til að fá bara næstu spurningu. Má maður ekki gíska eða eitthvað? Jú, mátt giska. Þá ertu búin með svarið, sko. Líka úr svo í pass. Já. En nei, Þá færðu nýja spurningu. Þá fáðu nýja spurningu, Já. ef það kemur ekki. Já, ég skildi, já. Og ég veit að þið eru keppnismenn að upplægi. Heldur betur. Vorum það alltaf. Já, Þið voru það. já. En þið þá ætlum að draga það hvor eitthvað byrjar. Og ég ætla að setja hérna penna bara í hendina og nú mátt þú bara velja, Halli, Velja hendi. já, hvora hendina viltu? Það er bara hægri. Það er hægri, það er ekkert í Það henni. er flott. Það þýðir að Latti má ráða því hvort hann byrjar eða fer fram og farið í kaffi. Já. Já, það er nú spurningin, sko. Já, ég skal bara byrja með það. Þú byrjar, Já. en þá fer þú bara fram, Halli, en við ætlum að heyra eitt lag. Já. Já, við ætlum að heyra, er það eitthvað Texas-skotið? Já, er það ekki? Davist í Texas. Já, þú fórst að endur nýja kynnin. Já. Já. Og hvað það er að hljóst í þetta? Holly and the Hobos. Hobo er svona flækingur af ykkurmaður. Já, en þetta hefur gert alveg stormandi lökkur. Já, mín áliti, sko. Og ert nú hófar fyrir. Já. En nú skal ég segja ykkur eitt.